Þjálfari meistaraflokks Þór Káa, velkomin í þorpið og hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst bara mjög vel í mig, ég held að sé ekki þetta að segja hana. Átti þetta langan aðdraganda að þetta var að veruleika? Nei, í rauninni ekki, þetta átti bara, við getum ekki talað um svona kannski vikutíma. Nú þekkir þú svolítið til meistaraflokks þjálfara, þú hefur verið bæði með stráka og að meistaraflokk kalla og kvenna hjá Völsungi, þannig að þú ert ekkert að hoppa neitt út í djúpunum þannig að það sé. Nei, ekki nema það náttúrulega, nú erum við að taka við liði sem að ætla sér alltaf stóra hluti í efstu deild, þannig að það eru þetta náttúrulega svolítið stórt skref upp á við, en jú, ég er búin að vera síðan 2008 í meistaraflokksþjálfun heima á Húsavík. Hefur þið fylgst svolítið með Þór Káa stelpunum síðustu árin, þannig að sé hvernig þetta hefur verið að þróast? Já, maður hefur svona reynt að fylgjast með, en jú, ég hefur svona, sérstaklega náttúrulega þegar við vorum í toppbaráttunni, þá var þetta svolítið spennandi að fylgjast með þessu og það sem þetta liða náttúrulega klárlega heima. Og það er náttúrulega þangað sem þú stefnir með það klárlega, það er bara aftur á toppinn? Já, ég held að ég eftir að ná toppnum alveg, þannig að það er ansi svona lélegt að stefna ekki á það. Þannig að það er ekki nema tilhlökkun á þér núna að taka við þessu og hefja nýja vegferð hjá nýju liði og nýju félagi? Nei, það er bara eins og ég segja, ná svona mynd á hópinn og mynd á liðið og kynnast þessu og ég veit að það er náttúrulega ómögulegt að hafa móla með sér í því, það gerir engin betur held ég, þannig að ég bara eintóm tilhlökkun að sjá hvernig liðið er statt og gera allu einhver alvöru dæmi. Jón, enn og aftur til hamingju og velkomin. Takk fyrir.